Jæja, komið sæl aftur. Ólafur heiti ég eins og fram hefur komið og starfa á sviði náttúru hjá Umhverfisstofnun. Við Íslendingar við eigum mikið af góðu vatni sem mörg okkar tökum sem orðið sjálfsagðan hlut. Þetta gríðarlega mikilvæg auðlind sem nauðsynlegt að varðveita til framtíðar. Til þess að varðveita þessa auðlind var árið 2007 tekin upp rammatilskipun Evrópusambandsins verndun vatns og var hún innleidd með nýjum lögum árið 2011 stjórn vatnamála. Ástand vatns á Íslandi er almennt gott, þó svo að á einhverjum svæðum séu gæði vatns óásættanleg, til dæmis vegna mengaðs frárennslis og frárennslis frá iðnaði sem dæmi. Umhverfisstofnun vill að allt vatn á Íslandi uppfylli fyrirfram ákveðin gæðamarkmið og að fylgst verði með að þeim markmiðum verði náð. Og sem dæmi umhverfisvísi fyrir vatn er fjöldi vatna undir álagi. Svo þarf ekki að nefna að hafið okkur Íslendingum einnig mjög mikilvægt. Enda hefur hafið verið okkur matarkista og uppsprettan tekna frá því að land byggðist. Íslendingar hafa lengi sterkt sig af heilnæmu og tæru hafi og hreinum ströndum. En mengun hafs og stranda getur snúið þessari jákvæðu ímynd við á skömmum tíma og því mikilvægt fyrir okkur að tryggja áframhaldandi góð hafgæði. Einn umhverfisvísir gæði hafsins, eins og við sjáum hér á glærinni, er PCB í þorsklifur, en mikið hefur dregið úr magn PCB í þorski frá því miðjan síðasta áratug. Eins og vert að benda á þá hafa siglingar norður heimskautið verið að opnast og menn horfa það fram á við að það geti verið stór samgönguæð þarna yfir norður heimskautið. Og telur Umhverfisstofnun mikilvægt að varnir gegn mengun sjávar séu samræmdar milli landa og séu auk þess nægjanlegar. Hér hefur stofnunin verið leiðandi. Má nefna að stofnunin hefur til dæmis unnið að gera vákorts sem kortleggur hafsvæði Norður-Atlantshafs með tilliti til áhrif bráðamengunar á lífríki. Umhverfisstofnun vill einnig hreint loft fyrir Íslendinga, hvar sem á landinu. Við viljum að fólk geti andað léttar. Það viti hvenær loftgæði eru góð og hvenær þau eru slæm. Í því skyni hefur stofnunin til að mynda sett upp mælistöðvar, bæði fastar og færanlegar, sem veita okkur upplýsingar í rauntíma magn svifryks í loftinu, auk efna sem geta haft áhrif, annar efna sem geta haft áhrif á öndunarfæri fyrir okkur. Og svo vegna eldgossins í Eyjafjallajökli, sem hefur verið var minnst á áðan, var settur upp svifryksmælir á Rauðafelli og stofnunin hefur sett upp leiðbeiningar og viðbrögð við öskufalli og hvernig fólk getur gætt að heilsu sinni vegna öskufalls eða öskufoks. Og líkt og við þekkjum fólk mjög misviðkvæmt fyrir áhrifum öskufalls, en með eins og hlutunum voru þá held ég allir hafi geta orðið fyrir áhrifum völdum þess. Nú stefnir í, eins og við hefum nýverið frétt, að Íslendingar standi skuldbindingar Kýótó-bókunarinnar. En stofnunin skilaði skýrslu þann 15. apríl losun gróðurhúsalofttegunda frá árinu 1990 til 2011 til loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna. Í skýrslunni kemur meðal annars fram að meðaltallosun per Íslending af gróðurhúsalofttegundum var 13,8 tonn árið 2011, en var til samanburðar á EES-svæðinu að meðaltalinu 10,5 tonn. Við þurfum því að skoða mál okkar ef við ætlum að draga úr losun og vera á pari við nágrannaþjóðir. Ísland skuldbundið til að halda sig innan tiltekinna marka varðandi losun og gangi þá útreikningar eftir, eins og ég sagði áðan, þá mun Ísland standa við sínum skuldbindingar. Og þetta er okkur gríðarlega mikilvægt. Hér getur einnig einstaklingurinn haft áhrif og dregið úr eigin áhrifum og líkt og Gulli sagði áðan, þá eru hérna ábendingar það, hvernig við getum dregið úr okkar áhrifum. En einnig vert að skoða líka heimasíðuna okkar og þar eru ýmsar mjög gagnlegar ábendingar það hvernig við getum, einstaklingunum getur dregið úr loftslagsáhrifum eða áhrifum sínum á umhverfið. Og við þekkjum þetta klassíska að hjóla og ganga milli staða og teymja ykkur skynsamlega ferðavenjur, en einnig má nefna það bara hreinlega að halda bílum sínum hreinum, bara það litla, að það getur líka haft áhrif.
Stór hluti af okkar helstu náttúruperlna hafa verið á rauðum lista eða appelsínugulum lista yfir svæði sem eru í hættu á að tapa verndargildi sínu. Við viljum svæðin af listanum. Það er ljóst. En hvernig? Nauðsynlegt er að auka eftirlit og yfirsýn yfir stöðu verndarsvæða okkar, samræma vöktun og efla samstarf vöktunaraðila og stofnunarinnar og samræma uppbyggingu og sem þá aftur í miðað við verndargildi og þarfir og stefnu viðkomandi svæðis. Stofnunin hefur nú í sívaxandi mæli samið við sveitarfélög umsjón með verndarsvæðum í byggð. Með þeim hætti er verið að færa nær umsjónina til heimamanna, þeirra sem oftast fara svæðin jafnvel daglega og þekkja til ástands og vandamála. Umræðum ágengaframandi tegundir okkur ekki framandi, en stofnunin telur mikilvægt að koma í veg fyrir útbreiðslu ágengaframandi tegunda innan friðlýstra svæða til að stofna ekki verndargildi þeirra svæða í hættu. Nú, verndaráætlanir. Við viljum vinna verndaráætlanir fyrir öll friðlýstsvæði. En af hverju verndaráætlun? Við viljum vita meira svæðin, við viljum hafa yfirsýn yfir hvernig þau standa, við viljum vita hvert við eigum að stefna. Og því okkur mikilvægt að klára að vinna verndaráætlanir fyrir eins mörg friðlýstsvæði eins og við getum. Stefnum á að vinna 10 verndaráætlanir á ári, þannig að við getum og byrjum á rauðlistanum og vitum því hvert við stefnum til framtíðar. Takk fyrir mig.